Vellíðan í vaktavinnu heilsueflandi átaka á Landspítala á vegum mannauðssviðs. Við þurfum öll að huga vel að eigin heilsu og vinnustaðurinn getur einnig haft áhrif. Við höfum lagaramma og kjarasamninga til að verja hvíldartíma starfsmanna. Stjórnendur og starfsmenn bera sameiginlega ábyrgð. Stjórnendur með því að gera vaktaplön samkvæmt settum lögum og reglum og tryggja þannig starfsmönnum sínum næga hvíld milli vakta, en ábyrgð starfsmanna felst í að standa vörð hvíldartímann sinn og óska eftir þannig vaktaplani að þeir nái lögbundinni hvíld milli vakta. Við finnum að það heilmikið þörf á meiri þekkingu á hvíldartímaákvæðum, bæði hjá starfsmönnum og stjórnendum. Og það til dæmis útbreiddur misskilningur að það megi brjóta hvíld ef starfsmaðurinn sjálfur óskar þess, en það náttúrulega þannig eins og með önnur lög að við verðum að virða þau og þó að ég sé að flýta mig kannski og vilji fara yfir á rauðu ljósi þá má ég það ekki. Og það í raun og veru undir stjórnanda á hverja einingu komið að bera ábyrgð á því að hvíldartíma starfsmanna sé virtur, og við þurfum að vanda okkur sérstaklega þegar við erum að leggja fram vaktaáætlanir starfsmanna, og við megum ekki leggja fram áætlanir með hvíldartímabrotum nema þá í undantekningatilvikum þegar við erum að skipuleggja vinnutíma starfsmanna í mikilli vaktavinnu 90–100%, þá þurfum við að nota undan þá ákvæði frá 11 tíma hvíldinni, og það á eiginlega bara eingöngu við í þeim tilvikum. Starfsmenn sem í lægri prósentu, þeir ættu ekki að vera með hvíldartímabrot í sínum áætlunum.